Ja, Birgir, 8-0, það vantaði, hvað ekki, 5 leikmenn svona, sem eru venjulega fastamenn í liðið. Jú. Erfitt að setja 14 ára stelpu í fjórðarflokki í fyrsta leiki sinn og erfitt fyrir þjálfarana? Jú, auðvitað er erfitt skilur en staðan er bara þannig að við höfum bara enga kost á völ og þessar stelpur eru góðar í fótbolta en svo ég sagði kannski í viðtalið hérna áðan, það er kannski ekki alveg tilbúnar en þær munu vera góðar. Hvað takk ég út úr þessum leik, Sandri? Við þurfum bara hvað tökum við út úr honum? Takkið eitthvað út úr honum? Já, þannig bara áfram gakk sko. Við erum bara stoltir af þessum stelpum sem bara lögðu sig fram í dag og við tökum bara reynsluna út úr þessu og auðvitað er alltaf leiðilegt að tapa 8-0 en þetta fer bara í bankann, bara áfram gakk. Algjörlega. Þið eru svo sem þetta er ekki undir öðrum komið heldur en ykkur að halda ykkur í deildinni. Akkurat. Er þetta ekki bara áfram gakk og næsti leikur eða? Jú, við hefum leik sko í FH næstu helgi og við ætlum okkur klárlega bara 3 stig þar og vonandi slíta okkur frá þessari botnbaráttu en við þurfum að ná okkur nokkuð stig viðbót til þess að tryggja okkur í fyrir deild. Við viljum vera í deildinni bestu. En svo segir með þessar stelpur, þessu ungu, er þetta ekki frábært fyrir eiguna að vera með svona margar uppáldar, taldi ég hvað, 14 uppáldar heimastelpur? Já, ég er nú ekki alveg með tölun á því sko en jú, þetta náttúrulega gefur okkur mikið, þetta er það sem við viljum spila okkar eigin fólki og svona mín framtíð að sýna allavega í boltanum í eigum er að við spilum á okkar fólki og kannski styrkjum okkur þar sem við þurfum að styrkja okkur en gerum þetta á okkar eigin fórsendum með okkar fólki. Takk hérlega, gangi vel.